Ég óska ykkur góðs dags og býð ykkur velkomin í verkstæði Unimax. Ég heiti Tómas Krausinski og ég hef fyrir ykkur ábendingu þrjúsnjall og gagnleg verkfæri fyrir verkstæðið sem í 2 tilfellum munu létta vinnuna og spara tíma og í einu tilfelli munu jafnvel hlýja ykkur. Ég byrja á þeirri minnstu sem falásmótið fyrir vingisýpara. Ég hef verið að horfa á hana í nokkuð langan tíma en ég vildi ekki eyða 500 til 1000 krónur í hana. Ég hugsaði að ég skipti ekki svo oft skífur svo að herða venjulegt mót með lykli myndi ekki drepa mig. Auk þess, með sterkari skífum eins og grófum eða lametuskífum, herði og losa ég oft bara með höndunum. Með þunnum skurðarskífum vil ég samt ekki taka áhættuna á að brjóta þær, svo ég nota lykil. Þegar ég sá falásmótið í Unimax fyrir innan við 200 krónur, hugsaði ég að ég myndi prófa það. Það eru til 2 gerðir af falásmótum. Önnur líkist þrífótskrúfu með samanbrjótanlegu og hinn heft með ytri rytmum hring. Og einmitt þá ég með í hendinni núna. Útlitslega hún mér aðeins meira skapi, líklega vegna þess að ekkert stendur út úr henni. Á hinn bóginn hún aðeins stærri og þyngri. Inni í skelinni búnaður sem tryggir ákjósanlega heftingu og kemur í veg fyrir ofestingu. Þetta gerir það að verkum á losun jafn auðveld óháð heftingarkrafti. Nóg af tali, við skulum gera tilraun. Ég herði mótið með lykli. Hvað segirðu það? Og nú, með berum höndum. Eins og ekkert sé. Það virkar. Ef mótið herðist of mikið í notkun, til dæmis þegar diskur festist í skurði, geturðu notað hefðbundinn lykil fyrir hornslípara til að losa það. Á meðan á prófunum stóð virkaði það fullkomlega en ég hef 2 athugasemdir. Fyrir skurðardiska sem eru 1 millimetri að þykkt eða minna verður ekki þrýstingur frá mótinu því það vantar titringin sem venjulegur fyrir mótið og diskurinn snýst því frjálst. Og á hinn bóginn, fyrir þykka grófa diska eru svo fáar þræðir tiltækjar á sneldunni að það verður ekki örugg festing á mótinu. Í því tilviki aftur nauðsynlegt að nota venjulegt mót og það á hvolfi þannig að það passi upp diskarins og nýti þannig alla þræðina. Eins og oft vill verða eru til 2 fylkingar ósettanlegra stuðningsmanna og andstæðingar þess að herða með lykli, svo mér datt í hug að falásmótið gæti sett þá, aðeins þó ég hafi engar blekkingar það. Á netinu finnur þú margar sögur hvernig fólk gat ekki losa mótið og þurfti að nota meitil og hamar. Sumir drógu þá ályktun að það væri vegna of mikils herðingar á mótinu á meðan aðrir héldu hið gagnstæða. Þannig myndast þessar 2 skoðunahópar. Ég hef verið svo heppinn að ekkert slíkt hefur nokkuð tíma komið fyrir mig og ég herði bæði með lykli og hönd svo ég verð að banka. Á steypujárn. Notaðu endilega höndina eða lykil eða jafnvel fallæsandi mót en aðalega skynsemi stöðuðu hönd við skurðum og öryggisbúnað. Annað sem hefur glatt mig við vinnu í verkstæðinu sérstakar sklemmur. Meðan venjulegar sklemmur eru stífar og þú þarft að snúa skrúfunni eins og brjálaður milli endastaða þrýstipúðans, þá bjóða þessar klemmur frá Unimax upp á möguleika á fæðri breytingu á opnun armanna. Eitt fyrirtæki leysti þetta á sinn hátt, en forðaðist ekki tiltölulega mikla lengd klemmunar óháð opnunamáli. Þessi lausn finnst mér vera glæsilegri, því klemmurnar haldast þéttar. Eitt heitt arm fer nefnilega inn í hitt holt og hver staða fest með 4 rúður. Smíðin ótrúlega stíf og lásarnir áreiðanlega. Breyting á opnun hröð, því hluti af langdreikni skrúfunni fellur niður. Notkunarsviðið auk þess mun víðara. Unimax býður upp á 2 stærðir, 70 og 6 og 150 og 2 mm. Þetta hámarksopnun sem hægt að minnka með hraðfærslu í skrefum sem eru 1 tonnur. Það 25,4 mm. Báðar klemmurnar hægt að skrúfa alveg inn, þegar þær eru fullkomlega dregnar inn. Og í þriðja lagi, hér hef ég eitthvað hlýlegt. Ekki allir hafa aðgang á verkstæði sem hitað upp í fullkomna 20 gráður. Oft erum við ánægð ef við erum að minnstakosti í hitastigi yfir frostmarki. Fyrir mig því hiti í verkstæðinu verri en kuldi, því ég get ekki klætt mig meira úr, en í nærfötin og ég hef ekki loftkenningu hér. Á meðan á vetrinum get ég klætt mig almennilega, tekið á mig hitapoka, hita mig með vinnu, en fyrst og fremst nýtt mér, geislahitan, frá Halogen hitagjöfum. Unimax sem stærsti byrgi verkstæðstekni og búnaðar hefur lagt áherslu á tékkneska vörumerki Sunniva sem framleiðir fallega hitagjafa með notkun innrauðra ljósgjafa frá hinu virta vörumerki Toshiba. Verði gæti slegið þau út við fyrstu sýn, en afköst hitagjafanna munu örugglega heilla þau. Og þetta eru bara þau veikari með afli upp á 1500 watt. Það 1 til 2 kW útgáfa.
Skynvirknin gríðarleg þökk sé hágæða hitagjafa og vel útfærum spegli og spegilsléttum alblöð. Halógenósgjafinn hefur endingatíma upp á 5000 klukkustundir og bylgjulengd sem líkist sólarljósi. Úr speglinum kemur ekki aðeins geislahitinn, heldur einnig rautt ljós sem minnir á sólsetur. Hítarinn hítar hluti meira en 90% aðeins loftið að lágmarki. Þetta fullkomið í verkstæði því það kemur í veg fyrir að vatnsgufa úr upphituðu lofti, þéttist á köldum vélum. Settu geislahitann upp í samræmi við ráðleggingar framleiðanda svo að umhverfis hlutur hitni ekki meira en æskilegt er. Það fer aðalega eftir eðli yfirborðsins. Til dæmis hitnahlutir með svörtum nattum yfirborði, jafnvel í fjarlægð, þar sem þú finnur ekki lengur fyrir hita á höndunum. Svo, mestu varkár. Uppruni innrauða geislunarinnar varinn með sterkum grind og ég mæli með að vernda hitagjafann fyrir höggum, sérstaklega meðan á notkun stendur. Endurskinsmerkið hefur sterkan liðamótahengil sem gerir kleift að snúa því til hliðar og einnig halla því upp og niður. Þú getur fest það annarkvort á vegg eða eins og í þessu tilfelli á stand. Unimax býður upp á mjög stöðugan upprunalegan stand fyrir það sem hefur vinnihæð yfir 3 metra. Meðal annars þetta góð ábending fyrir korlega, ljósmyndara, kvikmyndatökumenn og ýmsa YouTube-notendur. Standurinn getur einnig þjónað vel sem ljósahaldari eða bakgrunnur og á frábæru verði. Tengla á öll 3 áhugaverðu verkfærin finnum við eins og venjulega í lýsingunni fyrir neðan myndbandið. Ef þér líkaði við myndbandið, vinsamlegast gefðu okkur lík, það þumallur og ef þú vilt ekki missa af næsta myndbandi frá Unimax verkstæðinu, smelltu einnig á áskrifa og jafnvel á bjölluna svo þú fáir tilkynningu leið og við hlefjum upp nýju myndbandi. Hafðu það gott og sjáumst fljótlega í Unimax verkstæðinu.